Frá hruni hafa margir hagfræðingar og fjölmargar alþjóðlegar stofnanir birt niðurstöður sem sýna það að brauðmólakenningin svokölluð kolröng. Við bætum ekki kjör allra með því að bæta kjör hinna best settu. Bættur hagur þeirra hríslast ekki niður til okkar hinna. Þvert á móti þá bætir það bara kjör hinna best settu en kjör annara, millistéttarinnar, fólk með millitekjur og lágstéttarinnar versnar. Það hefur komið í ljós að þau samfélög sem að leggja höfuðáherslu á að bæta kjör hinna verst settu bæta með því kjör allra annara. Og það gerist ekki bara vegna þess að með því að hífa upp lægstu launin þá hækkum við jafnframt laun þeirra sem eru miðlungstekjur, heldur bætum við líka velferðarkerfið með því að hafa athyglina á lífskjörum hinna verst settu. Því að þeir sem eru með lægstu launin eru háðastir sterku velferðarkerfi. Og með því að fylgjast með þeirra lífskjörum og athuga með hvaða hætti best má bæta það, þá bætum við velferðarkerfið, tryggjum öruggt og ódýrt húsnæði handa öllum, höfum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, lækkum kostnað við menntakerfið og styrkjum þar með samfélagið allt, sem er það besta sem við getum gert til þess að bæta kjör allra í samfélaginu. Skatttekjur hins opinbera eru með því hæsta á Íslandi í okkar heimshluta. En það sem er sérstakt við íslenska skattkerfið er að nýfrjálshyggjan hafði meiri áhrif á það en skattkerfi annarra landa. Hér var tekjuskattur fyrirtækja lækkaður meira en annars staðar, hér var fjármagnstekjuskattur lægri en annars staðar, hér voru eignaskattar lækkaðir hraðar og hér er nánast engin hátekjuskattur. Þetta leiðir til þess að skattbyrði á þá sem eru best settir er óvenju lág á Íslandi, en skattbyrði á fólk með lágar tekjur og lægri meðaltekjur eru óvenju há. Og þegar tekið er tillit til þess að Íslendingar borga iðgjöld í lífeyrissjóði langt umfram aðra þjóðir, það er að hluta velferðarkerfinu, það er ellilífeyririnn, er innheimtur sérstaklega, þá er skattur á miðlungstekjur og lægri miðlungstekjur og lágar tekjur á Íslandi fáránlega hár. Það er rekin há skattastefna gagnvart launafólki og einkum launafólki með lágar tekjur og lægri millitekjur. Á sama tíma á það rekin lágtekjustefna gagnvart þeim sem eiga fjármagnið og þeim sem eiga fyrirtækin. Þetta er afrakstur hins lágværa stéttastríðs á Íslandi, þar sem að auðstéttin náði hægt og bítandi völdum og sveigði öll grunnkerfi samfélagsins að eigin þörfum, meðal annars skattkerfið. Auðstéttin flutti skattbyrðina frá sér og yfir á þá sem höfðu lágar tekjur og lægri millitekjur. Það er ekki bara það að skattprósentan sé há, heldur eru barnabætur hér lágar, endurgreiðslur út úr skattkerfinu, út af íbúðakaupum eru lágar. Það er lítill stuðningur við þá sem að standa veikt á Íslandi. Og af hverju er þetta svona? Ja, það er erfitt að segja. Kannski er það vegna þess að auðstéttin á Íslandi er verri en auðstétt í öðrum löndum, en kannski er það vegna þess að lágstéttin hefur varið sig síður á Íslandi en í öðrum löndum. Við getum beðið eftir því að auðstéttin batni og sjái að sér, en líklega er fljótlegra að lágstéttin taki höndum saman og breyti kerfinu, aðlagi grunnkerfi samfélagsins að sínu þörfum og ekki síst skattkerfið, flytji byrðarnar af fólki með lágar tekjur og lægri millitekjur yfir á þá sem hafa breiðustu bökin, fjármagnseigendur og eigendur fyrirtækja. Það er löngu kominn tími til þess. Auðvitað var það ekki svo að fyrir fáeinum áratugum hafi hér verið fullkomið velferðarkerfi og að fólk hafi almennt lifað við mikið öryggi á Íslandi. En sú tilfinning hjá venjulegu launafólki fyrir vaxandi að við búum nú við meira öryggi en áður. Sú hugmynd að við séum kannski bara 3 launatekkum frá biðröðinni í mæðrastyrksnefnd, að við séum kannski bara 2 afborgunum frá því að missa húsið okkar og við séum kannski bara 1 alvarlegum veikindum frá því að falla ofan í fátækt
svo djúp að börnin okkar mun ekki geta unnið sig upp úr því. Þessi tilfinning fyrir vaxandi. Og það er ekki vegna þess að fólk sé að ímynda sér þetta. Þessi vaxandi tilfinning byggir á reynslu fólks vegna þess að æ fleiri þekkja það og eigin frængarði og eigin vinahópi, eigin fjölskyldu, að fólk sem hefur lent í vandræðum hefur lent í djúpum vandræðum og miklum erfiðleikum sem að er lengi að vinna sig úr ef því tekst það. Það er eins og það sé orðið grimmara samfélagið okkar og það styðji okkur síður. Hugmyndin átakastjórnmál suður slæm og eitthvað sem við eigum að afleggja og taka upp samræðustjórnmál byggir á því að í grunninn séum við öll sammála. Að við viljum öll stefna að sameiginlegu markmiði, að auknum jöfnuði og aukinni velsæld allra manna. Þetta byggir á því að við horfum fram í að við höfum mismunandi hagsmuni. Horfum fram í því að hinni ríku og auðugu og hinni valdamiklu hafi aðra hagsmuni en hinnir valdalitlu og fátæku. Og að hinnir auðugu og valdamiklu muni láta af völdum sínum og gefa eftir auðsinn ef að hugmyndin sem er borin fram við á sé nógu snjöll. Að þá muni þeir segja, aha, einmitt, ég ætla að hætta að vera voldugur og auðugur og ég ætla að gefa völd mín og auð til hinna. Auðvitað gerist þetta ekki svona. Hinnir auðugu og valdamiklu munu ekki gefa eftir völd sín og auð nema með átökum. Þeir munu verja þau með átökum. Ef að við sættum okkur aðeins við samræðustjórnmálin og óttumst átökin, þá munum við aðeins sækja völd og auð til hinna voldugu og auðugu upp að því marki að þeir bregðast við með átökum við að verja stöðu sína. Við munum því aldrei ná árangri umfram það sem að hinnir auðugu og valdamiklu eru til í að skaffa okkur, láta eftir. Samræðustjórnmál felast í því að stunda stjórnmál á heimavelli hinna auðugu og valdamiklu og gæta þess að styggja þá ekki. Þiggja það frá þeim sem að þeir eru til að láta af hendi og ekki biðja neitt og ekki sækja neitt meira. Samræðustjórnmál eru því uppgjöf, gagnvart auðræðinu, gagnvart veröld þar sem að hinnir auðugu og valdamiklu ráða og stjórna öllu. Miðað við aðgerðir stjórnvalda mætti ætla að skattsvik sé helst að finna meðal einyrkja og iðnaðarmanna í smáum viðskiptum manna á milli. Reyndin er hins vegar sú að skattsvik og skattaundanskot eru yfirstéttasport. Því meiri tekjur og meiri auð sem fólk á, því líklegra er það til svíkjölda skatti. Þetta er svo stórkostlegt, þessi fylgni, að á meðan að meðalmaðurinn í Skandinavíu, samkvæmt rannsóknum, er að svíkja innan við 3% af tekjur sínum undan skatti, að þá er meðal skattsvik hinna allra tekjuhæstu og auðugustu 30% af skattskyldum tekjum. Ef stjórnvöld hafa áhuga á að hemja skattsvikin, ættu það einbeita sér að hinum allra auðugustu. Ástæðan fyrir þau gera það ekki er að stjórnvöld vinna undir hælnum á hinum allra auðugustu. Þess vegna er okkur talin trúum að skattsvik sé helst að finna meðal einyrkja og iðnaðarmanna, venjulegs fólks, en ekki meðal hinna allra auðugustu sem þó er augljóst að svíkja allra mest undan skatti. Þegar spurningin er hvort allir geti eignast eigið húsnæði á hinum svokallaða frjálsa markaði, það er óheftum húsnæðismarkaði, þá er svarið klárlega nei. Verð á húsnæði sveiflast eftir ýmsum þáttum, til dæmis aðgengi að lánsfé, vaxtakjörum og kaupmætti og kaupgetu almennings. Og þar sem kaupmáttur og kaupgeta almennings er misjöfn, þá liggur í hlutarins eðli að þeir sem eru með lægri millitekjur og lágar tekjur er að spila á markaði sem er mótaður á kaupmætti og kaupgetu þeirra sem eru með meðallaun, hærri meðallaun og jafnvel mjög há laun. Þetta felur í sér að hinir fátækari, hinir efnaminni, er alltaf að spila á heimavelli hinna ríku
og það endar yfirleitt illa. Auðvitað getur fátækt fólk staðið í skilum jafnvel árum saman, en á 40 ára tímabili eins og vanaleg lánakjör eru á húsnæðislánum í dag, þá er næsta víst að fátækt fólk, lágtekjufólk og fólk með lægri millitekjur mun lenda í stórkostlegum vandræðum einhvern tímann á þessu tímabili og mjög líklega oftar en einu sinni. Af þessum sökum hafa flestar þjóðir kosið að einangra hluta af húsnæðismarkaðnum, klippan frá sveiflum hins frjálsa markaðar. Í sumum löndum er þetta kannski 20–30% af húsnæðismarkaðnum, í öðrum 40% og jafnvel 50%. Á Íslandi er þetta mjög lítill hluti markaðarins. Hér hefur ríkt svokölluð séreignarstefna sem byggir á því að allir eigi að eignast húsnæði og allir eigi að sækja það út á hinn frjálsa markað. Þessi stefna hefur komið íslensku láglaunafólki afskaplega illa. Það er ekki svo að láglaun á Íslandi séu hærri en annars staðar og þess vegna getur láglaunafólk á Íslandi frekar keypt sér húsnæði. Það er heldur ekki svo að íslenskur húsnæðismarkaður sé meira jafnvægi en annars staðar og sveifli síður og skapi þar leiðandi minni hættu fyrir láglaunafólk, þvert á móti. Íslenskt efnahagsástand er mjög óstöðugt og húsnæðismarkaðurinn sveiflast hér mjög hátt og skellur mjög skarpt niður. Af þessum sökum getur láglaunafólk á Íslandi horft fram á það, þegar það tekur 40 ára húsnæðislán, að lenda í vandræðum og verða í mikilli hættu á að verða gjaldþrota á kannski 7–8 ára fresti. Ævin á enda. Margar þjóðir búa við þann sára raunveruleika að hugsanlega hafa þau misst tökin á auðvaldinu. Fyrirtækin eru orðin það stór og alþjóðleg að þau eru ekki lengur háð þjóðríkjunum og þjóðríkin sem að byggja upp aukið réttlæti og sterkara velferðarkerfi innan sinna marka ráð ekki við það vegna þess að fyrirtækin hóta að fara, að flytja framleiðsluna til Kína eða færa allt fjármagnið burt. Við Íslendingar erum svo heppnir að við þurfum ekki að óttast þetta. Hér er ekkert slíkt kapital. Aðalkapital á Íslandi er bundið auðlindunum sem við eigum, fiskinum í sjónum, orku fallvatnanna, náttúrufegurð Íslands sem að ferðamenn sækja heim. Ekkert af þessu getur farið. Þannig ef að kapitalistar okkar hóta að fara, þá mega það bara fara. Þannig að það geta engin verðmæti tekið með sér. Þannig eru Íslendingar í einstakri aðstöðu til að geta byggt upp paradís á jörðu. Við erum auðug þjóð og við höfum kapitalið í höndum okkar. Við getum byggt upp réttlátt samfélag ef við viljum. Og við ættum að gera það og hugsanlega er það sögulegt hlutverk okkar að gera það. Það er allavega nóg að þjóðum sem eru að gera hitt, að byggja upp samfélag sem að fyrst og fremst þjóna hinum fáum. Leyfum þeim að gera það. Gerum eitthvað skemmtilegra og jákvæðara. Byggjum upp samfélag sem er gott fyrir alla. Byggjum upp paradís á jörðu. Hvers vegna ekki? Fyrir fiskinn. Ætli fiskurinn eigi sig ekki bara sjálfur. En þjóðin, fólkið í landinu á miðin og auðlindir sjávar er allt kring. Þannig að það er líka að segja sem svo að fólkið á fiskinn. En það skrýtna er að stjórnvöld hafa komið þannig fyrir, studd af útgerðinni, að örfár útgerðarmenn eiga raunverulega miðin og fiskinn í kringum landið. Þegar við skoðum á hvaða verði þeir skiptað í sín á milli, hvernig þeir selja kvótann sín á milli, að þá er verðmæti kvótans á Íslandi svona nálægt 1000 milljarðar. Þetta leigja stjórnvöld útgerðarmönnum fyrir 5 milljarða á ári, með þess að tæpla það. Þetta er alveg fáránlega lág leiga og fáránlega illa farið með eigur þjóðarinnar. Og raunverulega stórundarlegt að stjórnmálamenn sem fara svona illa með megineign þjóðarinnar sem að þeir eru kosnir til þess að verja, skuli ná kjöri aftur.
Það getur verið merkilegt hvað það sem að virðist vera lítil breyting í hugmyndum okkar getur haft afdrifaríkar afleiðingar. Þannig var að fram eftir síðustu öld þá var litið á fyrirtæki sem félagsleg fyrirbrigði. Það var horft til þess hversu mörgum þau veittu atvinnu, hversu mikla vöru þau framleiddu eða þjónustu þau veittu, hvort þau fluttu peninga erlendis og öflugu gjaldeyris og hvernig starfsemi þeirra efldi samfélagið. Og það var litið svo á að það veri grunnforsenda til þess að samfélagið geti staðið sig vel og eflst að fyrirtækin hefðu það gott. Síðan breyttust hugmyndir okkar hvað fyrirtæki og það var farið að líta á fyrirtæki fyrst og fremst sem eign eiganda sinna, eign þeirra sem hélt á hlutabréfinu. Og það var farið að meta fyrirtæki eftir því hversu vel þau stóðu sig því að draga upp verðmæti út úr rekstri fyrirtækjana og upp til eigandana. Hversu arðbærðar voru, hver var arðsemi fyrirtækjana, hversu mikið þau skiluðu eigendum sínum. Og það sem við breyttum ekki eldri hugmyndum að fyrirtæki væri forsenda velferðar, þá fór samfélagið að hringsnúast þá hugmynd að við ættum öll í sameiningu að tryggja það að eigendur fyrirtækja getur dregið til sín sem mestan arð og mestan hagnað. Að það væri eiginlega hlutverk samfélagsins að efla hag þeirra og auka gróða þeirra og öll meginkerfi samfélagsins voru sveigð að þörfum eigenda fyrirtækja þannig að þau getur grætt sem allra mest. Þetta endaði náttúrulega með niðurbroti samfélagsins og mun enda með niðurbroti fyrirtækjana einnig. Því að þegar þessi einsýna hugmynd fyrirtæki þegar hún fær að vella áfram, þá leiðir hún til þess að við förum að meta það hvort við höfum að byggja upp innviði samfélagsins út frá því hvort að eigendur fyrirtækja græða á því. Við förum að hugsa til þess hvort við höfum að byggja upp heilbrigðiskerfi út frá þeirri hugsun hvort að eigendur fyrirtækja geti mögulega grætt á því. Og við förum að hugsa menntakerfið og veltum fyrir okkur geta eigendur fyrirtækja grætt á því. Og smátt þá verður öll samfélagsleg gildi hverfa og eiginlega eini tilgangurinn í að halda formlegu samfélagi á milli okkar til þess að þjóna eigendum fyrirtækja sem að vegna lögmáls kapítalismans verða alltaf færri og færri og auðuri og smátt þá verður samfélagið að einhvers konar hjörð sem hefur ekki annan tilgang en að auka gróða fyrirtækjaeigenda. Þangað stefnum við og að sumu leyti erum við komið þangað. Fólk hefur alla tíð verið misjafnt og það erfitt að fjalla það svona á vettvangi stjórnmálanna hvort að fólk sé gott eða slæmt. Stjórnmálin hafa fyrst og fremst áhuga á því hvort að samfélagskerfið okkar sé gott eða slæmt, hvort að kerfið okkar vellauni góða hegðun eða slæma, hvort að grunnkerfi samfélagsins vellauni fólk sem að hugsa aðra eða fólk sem að hugsa fyrst og fremst sjálfan sig. Fókusin okkar á kannski ekki að vera svo mikið á því hvernig fólk innrætt og hvort að hinn eða þessi sé slæmur eða góður. Heldur eigum við að hugsa það hvernig við getum byggt upp kerfi sem að elur upp það besta í okkur öllum og dregur fólk til ábyrgðar og lyftir því upp til ábyrgðar sem hefur sýnt það í verkum sínum að því sé treystandi til að hugsa annarra hag en ekki bara sinn eigin. Að þessu leyti kapítalisminn frekar vont kerfi. Því það í eðli kapítalismans að veluna fyrst og fremst þá sem að hugsa eigin hag en ekki annarra. Og það raunverulega eitt af undrum veraldar. Hvers vegna við virðumst vera svo almennt sátt við að halda upp í slíku kerfi sem að hefur það grunnelementi sínu að verðlauna eigingirni og sjálfsögli. Og það undarlegt hvað kapítalisminn hefur heltekið hugsun okkar. Að flest okkar eigum við auðvelt með að hugsa okkur endalok mannkyns, að maðurinn á einhvern nátt tortími sjálfum sér og hverfi úr sögunni. En við eigum flest mjög erfitt með að ímynda okkur samfélagið eftir kapítalismann. Hvernig verður samfélag manna
þegar kapitalismin deyr. Pælið því. Við höfum auðveldara með að ímynda okkur endalok mannkyns en endalok kapitalismans.